Nú ætlum við að vinda okkur í 4. kaflan úr bókinni Lífheimurinn, en hann fjallar sveppi og fléttur. Sveppir eru miklu meira heldur en það sem við sjáum út í náttúrunni. Við sjáum oft sveppi sem svona brúna eða gula eða hvíta kolla. Sveppurinn í raun þræðir ofan í jörðinni. Þeir eru oft svona hvítir eða brúnir og þeir geta verið gríðarlega stórir. Ég heyrði einhvern tímann menn heldur því fram að undir megin hluta Hollands og Belgíu væri sveppur sem væri einn og sami sveppurinn. Ég veit nú ekki alveg hvort það er rétt samt. Það sem kemur upp úr jörðinni er oft kallað hattur eða sveppaldin og þetta í raun og veru leið sveppsins til þess að fjölga sér. Hérna undir hattinum myndast gró, þetta kallast gróhirslur. Gróin eru svona grátt eða svart duft sem getur dreifst út allt. Og þessi gró, ef þau lenda á góðum stað, þar sem að hagstætt að vaxa upp, þá geta þau orðið að nýjum svepp. Helstu hópar sveppa á Íslandi eru pípusveppir, eins og þessi hér. Pípusveppir, þá eru svona göt hérna undir. Pípusveppir eins og þessi, þetta kóngsveppur, eru oft góðir matsveppir. Belgsveppir, eins og þessi gorkúla hérna. Það er alltaf að borða gorkúlur líka. Maður þarf bara að passa með gorkúlur, það er eins og reyndar alla sveppi. Maður þarf að skera þær í sundur áður en maður borðar þær og passar að þær séu alveg hvítar. Það er pínu gult eða brúnt, þá er ekki óhætt að borða þær. Fínt að steikja þær upp úr smjöri. Fansveppir eru með svona fönum eða röndum sjáðu hérna undir. Þetta er ekki fansveppir og pípusveppir eru lang algengastir á Íslandi. Þetta er kantarella. Kantarella er fínn matsveppur en margir fansveppir á Íslandi eru eitraðir. Kóralsveppir, þessi heitir bara kóralsveppur. Broddsveppir, þessi heitir gulbroddur. Og að lokum disksveppir, en þessi heitir myrkill. Sveppir eru rótfastir líkt og plöntur og þeir hafa frumuvegg. En þeir eru ófrumbjarga, það eru plöntur ekki. Þess vegna eru þeir ekki flokkaðir lengur með plöntum, þeir voru það einu sinni, heldur sem sér ríki. Það að vera ófrumbjarga þýðir að þeir eru háðir því að borða leifar annarra lífvera til þess að lifa. Þeir geta ekki framleitt sína fæðu sjálfur eins og plöntur. Sveppir geta verið sníklar á mönnum, til dæmis hérna sjáum við með dæmum fótsvepp. Þeir geta líka lifað í meltingafærum okkar og ansi víða, bara á okkur eða hvar sem er. En þeir geta ekki lifað hvar sem er. Flestir sveppir eru samt rotverur. Það þýðir að þeir nærast á leifum dauðra lífvera, bæði dýra og plantna. Án þeirra þá myndi hringrás efnanna stöðvast. Það er að segja, þegar kusanetna eða trén deyja, þá rotna þau með hjálp sveppa og baktería og lífveranefnin fara út í moldina, þau verða bara mold, sem að plönturnar nýta svo aftur og koma þannig svo borðar næstu beljur tréð og svo framvegis, þannig komast efnin áfram í þessari hringrás lífsins. Stundum vinna plöntur og sveppir saman, sérilegi þegar kemur að rótarkerfi plantna, þá er þetta kallað svepparót, en þá hjálpar sveppurinn plöntunni, en sveppurinn fær líka eitthvað tilbaka. Margir sveppir eru góðir matsveppir en það þarf að passa sig að sumir þeirra eru eitraðir, banvænir, það eru kannski engir banvænir sveppir á Íslandi en í útlöndum þar eru víða til sveppir sem geta hreinlega verið banvænir. Þess vegna þarf maður að kynna sér vel og vera með bækur með sér ef maður ætlar út að leita sér að góðum matsveppum. Sumir sveppir eru einfruma eins og gersveppir sem við notum í bakstur. Þá hrærum við bleitum við litt aðeins upp í og hrærum við svo út í degið. Sveppurinn byrjar svo að nærast á deginu, við það myndar hann loft og þá myndast loftbólur í deginu sem fara til þess að hefast, fara til þess að stækka. Verður þetta miklu betra að borða þetta á eftir. Þeir eru líka notaðir í víngerð. Sveppi má líka nota í alls konar lyfjaframleiðslu, pappírsvinnslu, búa til vítamín, búa til osta og ýmislegt fleira. Og hérna sjáum við petriskálar þar sem eru skán af bakteríum að vaxa, en þar sem að sveppurinn er sem framleiðir, það er þetta búið til margar mismunandi gerðir af pensílinni, þar er engar bakteríur að sjá því að pensílinnið drepur þær.
Sveppir geta einnig spillt matvælum og komið sér fyrir í húsum þar sem raki. Við getum gert ýmislegt til þess að koma í veg fyrir þetta. Fyrst og fremst að geyma ekki matvæli þar sem blautt eða rakt og heitt, og eins að passa í húsunum hjá okkur að það myndist ekki raki. Því án rakans eða án hitans þá geta þeir ekki vaxið. Fléttur og skófir, sem sitt hvort orðið yfir sama hlutin, samlífi svepps og þörungs. Samlífi þegar báðir græða, svo til gistilífi þar sem annar græðir en það skiptir hinn engu máli, og svo að lokum til sníkjulífi sem við ræddum aðeins áðan, þar sem annar græðir en hinn tapar. Hjá fléttum þá það sveppurinn sem veitir svolítið stoðgrindina, hann veitir skjól fyrir þörunginn og hann safnar saman vatni fyrir sig og þörunginn, en þörungurinn framleiðir sykur og sveppurinn fær hluta af honum. Það eru til 3 megingerðir fléttna á Íslandi. Blaðfléttur, eins og við sjáum, þetta eru fjallagröss, runnfléttur, þetta er hreindýramosi, og svo hrúðurfléttur sem eru þessar algengu fléttur sem við sjáum á steinum. Það eru til mjög margar tegundir af þeim, það eru misjafnar í útliti, en þær vaxa á stöðum þar sem engar plöntur geta vaxið. En þá þessu lokið.